Komið sæl og blessuð kæru naut. Lesturinn ykkar hefst á þessum spilum sem eru komin á borðið og þetta er orka svona cirka næstu daga. Það fyrsta sem kemur hérna til mín er breyting á því hvernig þú tjáir þig. Það er breyting á tjáningu. Sjálfstjáningin þín hefur kannski falist í því að vera neikvæð eða loka á ákveðna hluti. Það er verið að benda þér á að ef þú ert að ganga í gegnum einhver erfiðleika eða einhvers konar erfiða hluti varðandi samskipti með annað fólk, þá kominn tími til að breyta því til að fá meiri jákvæða orku inn í lífið þitt. Þú þarft að stíga út úr neikvæðninni eða lágu orkunni sem er búin að vera ríkjandi hjá þér undanfarið og þú þarft að muna hversu öflugt þú ert, kæra naut, og að þitt innsta eðli er jákvætt og frá almættinu komið. Þú ert tilbúin undir þessa breytingu. Skýr jákvæð tjáning er það sem að þarf til að halda mörkunum þínum, til að halda þeim uppi. Þú þarft að verja þig fyrir neikvæðri orku frá öðrum og þú þarft að varast að gefa neikvæða orku frá þér. Ef þú þarft að fjarlægja þig úr aðstæðum, það er að segja með því að fara frá neikvæðri orku, frá neikvæðu fólki, þá skaltu gera það. Settu sjálfa þig í forgang og fyndu hvernig orka þín breytist leið og þú stendur með sjálfu þér, kæra naut. Það er einhvers konar breyting varðandi þetta. Að koma inn til næstu daga, skoða þetta vel, hverju þarft að breyta varðandi þetta. Jákvæð eðlileg samskipti eða neikvæð samskipti sem draga þig og aðra niður. Það er verið að hjálpa þér með þessa hluti, það er verið að leiða þig áfram og treystu því sem að innsæi segi þér varðandi það, ef þér finnst þú þurfa að gera ákveðna hluti, að það sé svona verið að draga þig í ákveðna átt eða innri röddin þín eins og kallið á stundum er að benda þér á að þetta sé í lagi en þetta sé ekki í lagi. Reyndu þá að fylgja því og treysta því að það er í raun og veru þitt æðra sjálf og almætti sem eru að reyna að hjálpa þér með þeim leiðum. Svo er það hversu mikið ertu að fylgja öðrum í blindni og gleyma sjálfu þér svolítið í leiðinni, kæra naut. Sjálfu þér. Því að þú ert svo sannarlega mjög frumlegt og hefur yfir ýmsum eiginleikum og hæfileikum að ráða. Þannig að þú getur gert hlutina upp á eigin spýtur, hvað margt varðar. Og ef þú ert ekki búin að vera mjög duglegt í því að leyfa þér svolítið að skína, þá kominn tími til að breyta því. Og fyrir sum ykkar getur þetta þýtt það að fara að vinna sjálfstætt, án þess að taka við fyrirmælum frá öðrum. Fyrir aðrir ykkar getur þetta verið einhvers konar sköpun sem þið þurfið að fá útrás fyrir.
Originality er náttúrulega bara ekki frumkvæði heldur, hvað köllum við það? Þegar eitthvað er orginal, þá er það upprunalegt. Já, þannig að það getur verið orginal hugmyndir, orginal sköpun, svo margt sem kemur til greina. En til þess að þetta verði fallegt og jákvætt, þá þarftu að byrja á því að breyta hérna samskiptamynstrinu þínu. Og bara samskiptamynstri við þig sjálft líka, kæra naut. Hvernig talar við sjálfa þig? Hvernig talar við sjálft þig? Varstu alltaf að tala við þig í hvorugkynni? Hvernig talar við sjálft þig í huganum, kæra naut? Röddin sem að segir þér hversu flott þú ert, hversu mikilfenglegt þú ert, hversu klár þú ert. Er það neikvæð rödd eða er það jákvæð rödd? Klappar hún þér á bakið á meðan hún er að tala við þig eða er hún að rakka þig niður? Þú þarft að huga þessu líka, kæra naut. Og það að þér sé leiðbeint í gegnum lífið, eins og hér stendur My life is truly guided. Þetta hérna er auðvitað leiðbeining til þín líka. Þannig að kannski er þetta upphafið á einhverju meiri og betri leiðbeiningu. Þannig að reynda að taka eftir því hvenær og hvar er verið að leiðbeina þér áfram á jákvæðan hátt. Loka spilið þitt, kæra naut, er spil sem heitir Haust. Í haust munu hlutirnir verða skýrir og þú munt uppskera dásamlegan arð, skulum við segja. Ja, allsnægtir, dásamlegar allsnægtir. Haustið verður góður tími fyrir þig. Þannig að allt sem þú gerir í sumar á bara eftir að ýta undir eitthvað jákvætt fyrir haustið. Já, þetta spil getur náttúrulega bara líka þýtt uppskeru. Að þú sért að byrja að uppskera núna. Haustið stendur náttúrulega fyrir uppskeru. Alveg eins og jarðamerkið sem var hérna á undan megin. En allavega hvort heldur sem hvort það sé verið að tala uppskeru fyrir því núna eða í haust, það er nú ekki langt í það. Þá er bara verið að ýta því að þér að hlutirnir munu færast til jákvæðari vegar. Og myndi að vera orginal. Já. Ok, kæra naut, þetta var svolítið bara stutt og laggott. Ég vona að hafi fundið eitthvað sannleikskorn í þessu. Allavega það har haft gaman að þessu. Ég óska ykkur, kæra naut, alls hins besta, ljós og kærleikur.